Já, Sævaldur, sigur í kvöld, flott frammistaða og staðnefnda þið eru að fara að spila 9-16. Hvernig er tilfinningin? Hún er bara frábær. Ég mjög ánægð með stelpurnar og mér finnst bara það svöruðu okkar svona gagnrýni eða svona því sem við töluðum upp með og töldum okkur að hafa gert ekki nógu vel í gær og bara frábærlega í dag. Við byrjuðum leikinn 10-0 og settum hann skotsýningu sérstaklega í fyrsta leikluta í þriggjastaðaskotum og komist með flotta forystu en það er ofta sem gerist í landsleikjum að þetta er leikur áhlaupa eins og einhver hefur sagt, þannig að það var Búlgararnir komu bara með hörku áhlaup en við stóðumst það er frábært og 9-16 var svona eitt af okkar markmiðum okkur langaði til þess að reyna að gera meira heldur en íslenski landslið hafa gert áður og ég held að sé rétt hjá mig fyrir utan 98 stelpurnar sem að náðu frábærum árangi með Inga Þór og Bylgju þær lendu í 4. sæti þannig að við erum allavega erum ekki í 17-24 sem hefur verið niðurstaðan hjá sumum íslenskum landsliðum undanfarin ár þannig að við erum mjög ánægð með það en það er bara hellingsveinn eftir, það eru 3 leikir og vonandi fáum við Slóveníu sem eru mjög góðar og við sáum þær að spila á móti Finnum sem að rústuðu sínu riðli í nokkur dögum síðan og það verður bara krefjandi en mjög skemmtilegt. Eins og segir næsti andstæðingur Slóvenía og það eru kannski lið sem að flestir myndu telja ætti að vera í topp 8. Hvernig líst þér á möguleika í næsta leiks? Já, ég held að það hafi verið svona, eins og ég segi, Finnarnir sem unnu riðilinn, Slóvenía var yfir á móti þeim á löngum köflum í leiknum sem við horfum á í vikunni og það líta bara vel út. Ég meina það verður bara flott, frábært fyrir okkur að reyna að bæta okkur og ég er búinn að segja það í einhverju viðtölum og búinn að tala við allt sumar og yfir þjálfari. Við erum að reyna að búa til leikmenn sem eru á hærra leveli en við erum að reyna að hækka standardinn og þess vegna er mjög jákvætt fyrir okkar íslenska landslið að við séum að spila 9-16 og spila á móti góðu liðum. Frábært. Takk hérlega fyrir þetta og til hamingju. Takk fyrir.